Hvernig hafa fordómar gagnvart fólki með geðræn vandamál þróast á Íslandi undanfarna áratugi? Í rannsókn sem ég vinn að í samstarfi við Geðhjálp og prófessorana Kára Kristinsson og Jón Gunnar Bergborg svörum við þessari spurningu og kynnum niðurstöður í málstofu á Þjóðarspeglinum sem beinir sjónum að fordómum og smán. Við höfum fylgst með þróun viðhorfa frá 2006 til 2025 og niðurstöðurnar sýna að fordómar gagnvart þunglyndi minnkuðu frá 2006 til 2022. Fordómar gagnvart geðklofa héldust aftur á móti óbreyttir á því tímabili, en í nýrri könnun okkar dró til tíðinda. Þar sjáum við fyrsta sinn að dregið hefur úr fordómum gagnvart einstaklingum með geðklofa sem að okkar vitund í fyrsta skipti sem það mælist í rannsóknum á heimsvísu. Í mínu erindi skoða ég sérstaklega hvort að það að bæta við að einstaklingur sé í bata, annarkvort frá fíkn eða geðklofa, hafi áhrif á viðhorf almennings. Niðurstöðurnar sýna að Íslendingar vilja meiri félagslega fjarlægð frá einstaklingi með alkohólisma eða heróínfíkn en einstaklingi með geðklofa. En þegar við skoðum einstakling sem hefur leitað sér hjálpar dregur mun meira úr fordómum gagnvart fíkn og þá sérstaklega alkohólisma heldur en gagnvart geðklofa. Þetta bendir til þess að við Íslendingar höfum mikla trú á árangri meðferðar við alkohólisma en að trúin á bata frá geðklofa sé mun minni. Þetta gefur okkur tilefni til að velta fyrir okkur. Ef við leggjum meiri áherslu á batamiðaða nálgun þegar kemur að geðrænum vandamálum, gætum við þá tekið skref í átt að fordómalausara samfélagi.